Komið sæl og blessuð kæru ljón. Nú er ég að lesa fyrir eldmerkin og það komið að ykkur. Þessi lestur er varðandi sambönd eða samskipti. Það getur verið ástarsamband eða vinasamband. Einhver tenging í ykkar lífi sem að þið viljið fá eða veit einhver nánari deili á eða eru eitthvað að velta fyrir ykkur. Þetta eru spilin sem ég ætla að nota og þá skulum við bara byrja. Ok, hvað er að gerast hjá ykkur kæru ljón? Hér eru fyrstu spilin ykkar. Mér sýnist þið bara að vera búin að taka það svolítið rólega undanfarið og ef þið vill hafið þið þurft á því að halda einhver stresstími sem er búinn að vera hjá ykkur. Þið eru svolítið bara svo í slettinu, þið eru bara að chilla og þið eru líka að hugsa aðeins til fortíðar, smá nostalgíu feelingur í ykkur. Bara allt á jákvæðum nótum. Ef þið vill eru þið að rifja upp einhver gömul kynni, af því að nú erum við hérna að lesa sambönd og samskipti. Þetta getur verið gamalt samband eða gömul vinátta, eitthvað sem að yljar ykkur í minningunum. Einhverja góðar minningar sem þið eigið manneskju og allavega fyrstu spilin gefa bara til kynna að þið séu bara í svona jákvæðum og góðum gír. Þessi ákveðna manneskja sem að þið eruð að hugsa til, henni líður kannski ekki alveg jafnvel og ykkur og kannski er það þess vegna sem að þið eruð að hugsa til hennar. Að þið hafið ef þið vill verið í tengslum við hana nýverið eða hún hefur sem sagt rétt út, nei ég ætlaði nú ekki að segja rétt út hjálparhönd, ég skulle orða þetta öðruvísi að hún hefur bara sent ykkur skilaboð skulum við segja. Það er þetta enska hérna reached out sem ég er að þvælast fyrir mér hérna. Hún hefur haft samband við ykkur og viljað koma á tengingu. Kannski hefur hún verið að upplifa líka ákveðna erfiðleika í sínu lífi. Allavega líðan þannig núna að það er eins og þessi smá uppgjafa tónn og það er dálítið vonleysi í gangi eins og spilið segir hérna helpless and hopeless og þú ert ef til vill partur af því að komast út úr þeim hugsunum af því að ég held þetta sé meira huglegt heldur en nokkuð annað. Ykkar samskipti virðast hvetja hana til dáða, þessa manneskju og þá eitthvað nýtt og fallegt eftir að koma í ljós í ykkar samskiptum. Kannski er hún í pælingum að koma og hitta þig nú eða öfugt. En það er einhver lukka, sjáu þessa fallegu regnbogaliti sem hérna eru og þetta er ás. Það er einhver lukka, einhver hamingja, eitthvað nýtt, óvænt og skemmtilegt sem er að koma inn í líf ykkar og inn í líf þitt og kannski hennar fyrst og fremst. Þetta vil einhver plön sem að þið eru búin að gera og það er eins og sé svona meiri rósemi yfir þér heldur en hinum aðilanum hérna. Já, það er eins og þessi manneskja, þessi aðili hafi tekið meðvitað ákvörðun að hafa samband við þig.
Þetta gæti verið manneskja sem yngri en þú, gæti jafnvel verið sko, ég að horfa hérna á barnið sem að mér finnst vera aftur hér. Ef til vill þetta barnið einhver sem þú þekktir þegar hann var á barnsaldri, þó það kannski eigi ekki við lengur. Einhver sem að sýndi þér athygli þegar þú varst barn. Veit ekki alveg, það eitthvað svona, þetta var bara eitthvað sem skaut upp kollinum og það sjálfsögðu þetta ekki eins fyrir alla sem að sjá þetta myndband. En við skulum halda þess áfram. Úps, hvað gerðist eiginlega? Hér ert þú komin í einhvers konar niðurbrot og hörfar undan lífinu, hörfar undan þeim verkefnum sem að lífið á eftir að færa þér. Kannski eitthvað varðandi þessi samskipti sem við vorum að tala áðan, sem að mér sýndist nú bara að vera sko falleg og jákvæðum nótum. En það kannski eitthvað sem á eftir að koma í ljós, sem að kemur þér úr jafnvægi varðandi það. Þú ert eftir vill að gera ákveðna kröfur eða vonast eftir einhverju sem að síðan verður ekki og þú hörfar tilbaka svolítið inn í sjálfa þig aftur, kæra ljón. Það er nú ólíkt þér. En einhver hvíld og uppbygging sem þú þarft að fara í gegnum áður en þú nærð vopnum þínum á ný. Því hér ertu komin aftur í sigurvissuna og árangurinn. Ok, þetta pínur svona fram og tilbaka. Hérna. Já, þessi aðili ef til vill aðili sem þú gengi gegnum súrt og sætt með. Þið hafið tekist á við erfiðleika, verkefni. Ef til vill hann í þeim sporum núna að vera að takast á við eitthvað einn án þín og að rétta fram beiðni aðstoð sem getur falist í þessu hérna spili. Og hér hjálparhöndin sem ég var að tala áðan. Þarna hún komin. Þetta sambönd og alls konar samningar. Þetta getur verið vinátta, sterk vinátta, einhvers konar skuldbinding að hjálpa hvert öðru. Þetta getur verið elskendur, systkini, hvað sem og síðan þegar að samningum hefur verið náð þá kemur þessi fallegi biðtími hérna sem að þarf ekkert að vera neikvæður. Það oft margir góðir hlutir sem gerast á meðan að beðið Ég ætla að reyna að ná þessum glampa hérna af þessu horni. Þetta smá vandræði með ljósi hérna hjá mér. Bara þannig að sjáu að þetta spil heitir The Waiting Game. Þetta spil sko gefur til kynna allavega annar aðilinn sé að bíða. Það getur verið að hinn sé bara á útopnu einhvers staðar að lifa lífinu. Hvort það þú eða hinn manneskjan? Það spurning. Ert þú búin að biðja hann að bíða eftir þér eða það á hinn veginn? Það eitthvað allavega að vaxa og dafna á meðan á þessum biðtíma stendur. Þannig að þetta nú ekki alveg einskis nýtur tími. Og ég tek eftir hérna öllum þessum fjólubláa lit sem að fylgir eldspilunum í þessum stokki. Þetta mjög kröftugur litur og mjög andlega sterkur litur, þannig að það mikill andlegur styrkur hérna í gangi hjá þér og jafnvel báðum aðilum.
Þannig að ég hef nú alveg trúið að þetta verði jákvætt ferli. En hvers vegna þú hörfar svona hérna tilbaka veit ég ekki alveg. Mér finnst helst eins og það séu einhverja væntingar sem bregðast. Og jafnvel einhvers konar samkeppni sem að þú átti kannski ekki von á. En þú munt komast yfir það samkvæmt þessum spilum. Og stendur svo bara upp í þarna vígreifur eða vígreift, ég veit ekki hvort ég að segja það, kæra ljón. Svo ég reynir nú að tala rétt. Það kemur kannski betur í ljós á eftir. Hvers kyns þetta samband er, þessi samningur sem að hérna er. Allavega finnst mér þetta fela í sér aðstoð. Það að annar aðilinn þurfi aðstoð hins. Höldum áfram. Jæja, kæra ljón. Ég sagði hérna að þú munt standa uppi sem sigurvegari. Þú tekur fulla stjórn á þínu lífi. Munt fá hérna bara aðstoð almættisins til þess. Þetta ferli á eftir að senda þig svolítið inn á við. Þar sem að þú kannski leitar svara ef til vill í gegnum hugleiðslu eða eitthvað slíkt. Allavega sýnist mér þú hafa þörf á því að staldra aðeins við og íhuga málin, íhuga þína stöðu. Velta svona fyrir þér næstu skrefum og þú kannski að vonast eftir einhvers konar uppljómun líka. En á meðan að þú ert með styrka stjórn á þínu lífi og ert í svolítlum svona framkvæmda gír og ert með karlorkuna og föðurorkuna alls ráðandi eins og þínu von og vísa, kæra ljón, þá er hinn aðilinn meira í því að æfa sig í æðruleysinu. Æfa sig á því að halda eða sleppa. Stjórn eða lausn eða hvað segir maður? Detachá, að sleppa bara, eiginlega besta. Það er ef til einhverja aðstæður í lífi hinnar manneskjunnar. Svona í tengslum við það að hún virtist vera að biðja einhvers konar aðstoð. Þessi manneskja getur stjórna ákveðnum þáttum í sínu lífi en svo er annað sem hún verður að sleppa og jafnvel að losa sig frá. Hún getur verið föst í aðstæðum sem ekki eru jákvæðar fyrir hana og eina leiðin fyrir hana að losa sig þaðan gæti verið að hreinlega bara láta allt hrynja og byggja síðan upp að nýju, kannski nýtt líf, ný sambönd, nýja stöðu, nýja vinnu. Það er eins og einhver meiri háttar breyting þurfi að koma til þess að hreinsa út. Bara hreinsa út rusl, skulum við segja. Og það er partur af þessari aðstoðarbeiðni. Vantar aðstoð við að hreinsa til í lífi sínu. Ok. Það geti verið í einhverjum litlum mæli eða hreinlega bara að hún þurfi aðstoð með stórvirkum vinnuvélum. Getur verið allt þar á milli. Hvað sem það er, þá sýnist mér hún ætla bara að láta þetta falla, láta þetta hrynja og byggja síðan upp að nýju. Enda er það í raun og veru, held ég að besta í stöðunni. Að sleppa tökum á þessu sem hún er að reyna
að stjórna, sem hún að reyna að halda fast í. Það getur verið starf, það getur verið húsnæði, það getur verið eitthvað samband sem að íþyngja henni. Það getur verið einhvers konar staða sem hún búin að koma sér í lífinu sem að í raun og veru eyðileggja fyrir henni. Burt með það. Byggja upp að nýju, fá hjálp. Já, kannski frá þér að hluta til og síðan bara, hjálp frá þeim sem að hún kallar leiðbeinendur, verndarengla, hjálpendur, almættið, Guð, æðri mátt. Svo misjafnt hvaða orð fólk notar yfir þessa hluti. Ok, en mér síðanist þú ætla bara svolítið að leggjast undir feld, svo við komum nú aftur á þér. Íhuga, leita svara, og þetta bara partur af því að hugsa vel þig, kæra ljón. Það bara mjög jákvætt. Þessi lestur svolítið keimlíkur öðrum lestri sem ég var að gera áðan, hvort það var annað eldmerki. Að það svolítið að þú ætlar að hugsa þig á meðan að hinn manneskjan hugsa sig. En við skulum halda áfram og kíkja á næstu spil. Ok, kæra ljón. Annar skammtur af einveru hérna. Þetta í raun og veru sama spilið. 9 og 9 hérna. Annað heitir Seek og hitt Solitude. Svona í það sem við kallum hefðbundnu taróti þetta einbúinn sem dregur sig í hlé, leitar svara innra með sér og deilir þeim síðan með öðrum ef honum sýnist svo. Tvöfaldur skammtur af því hjá þér. Ég sé þig ekki alveg fyrir mér, kæra ljón, í þeirri stöðu, en einvera í vissum skömmtum gerir öllum gott, þannig að njótt hennar bara á meðan hún og það kannski bara partur af einhverju ferli sem þú ert í með þessari mannesku. Þú dragir þig aðeins í hlé og gefur henni space. Það samt einhverja freistingar hérna að banka upp á hjá þér. Er það ástæðan fyrir því að þú ert að draga þig í hlé? Þú treystir þér ekki til að standast eitthvað sem í boði hérna í kringu þig. Þú mátt skoða það kannski svolítið vel hjá þér, kæra ljón. Það getur verið peningar. Það getur verið einhvers konar ávanabindandi efni, einhvers konar lífstíll. Veit ekki nákvæmlega hvað ræðir þarna í þínu tilviki, en þú kannski veist það sjálft, ljónið mitt góða. Þetta nú, þetta endar vel. Þú færð hérna sólina sem lokaspil. Með sína miklu birtu, ljós, heilun, kærleika, blessun og von fram í framtíðina. Þannig að þessi einvera sem kannski bara sjálfsvinna í þínu tilviki á eftir að skila þér bara gríðarlega miklu og vellíðan og velunnum störfum og ég óska bara til hamingju með það. Hin manneskjan í smá að horfa til fortíðar, skulum við segja, og vega og meta líf sitt. Vega og meta hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara, og hún virðist ákveðin í því, talandi stjórnina sem var hérna áðan, control. Hér höfum við spil sem heitir authority, sem svona af svipuðu meiði, þó sé ekki alveg eins, heldur þessi spil eins, lead authority. Styrk stjórn og að fara áfram leiðina af eigin ramleik og jafnvel hjálpa öðrum í leiðinni.
Þannig að þessi vinna sem að hinn aðilinn er búin að vera að leggja hérna mikla orku í kannski að skila honum því að hann geti hjálpað öðrum áfram og tekið svona leiðtoga hlutverki. Mjög fallið spil líka sem að kemur hérna og mér er skemmtilegt hvernig þau eru hérna hvort hjá öðru. Annað heitir hérna sólin og hitt heitir stjarnan, light og hope. Þetta er bara dásamlegt. Þið endið báðir aðilar sem einhvers konar upplýstir glóandi eldhnettir sem að þið eru náttúrulega svolítið ljónin mín góð. Veit ekki á hverju ég segi alltaf ljónin mín góð. Þið eru kröftug, þið eru eldmerki, þið gerir hlutina með stæl og hérna, já, ég held ég þarf ekki að segja meira þessi spil. Það er bara mjög bjart í kjölfarið. Ég sé samt ekki rómantík hérna. Ég sé ekki ást og rómantík. Ég veit ekki hvort þetta er ástarsamband. Ef til vill ekki strax. Kannski er þetta bara vinnusamband, vinasamband. Þetta verður eitthvað að gera þarna með barnið sem ég var að tala áðan. Var þetta kannski einu sinni ástarsamband? En er núna meira einhvers konar svona félagar, partners. Ég veit það ekki alveg. Ég ætla samt að halda áfram, kannski kemur það í ljós í síðustu spilunum. Já, orkustöðvaspilin sem sýna 2 af 7 aðal orkustöðum líkamanns eru mjög afgerandi að sýna í raun og veru hvaða orkustöð þú þarft að leggja mesta áherslu á næstunni eða orkustöðin sem verður mest virk í þínu lífi, skulum við segja. Og hjá þér, kæra ljón, er það 3. augað eða ennistöðin. Hún hefur að gera með skynjun, hún hefur að gera með miðlun, skynjun inn í aðrar víddir, tengingu þína við það sem að kannski aðrir hvorki sjá né heyra. Ef til vill er þetta orkustöð sem að þú þarft að rækta meira eða leggja meira í rækt við, efla næmni þína og kannski er það sem þú ert að gera með allir þessari einveru og stundum gerist það nú bara ósjálfrátt þegar maður er mikið einn með sjálfum sér og í litlum tengslum við umhverju út á við, þá eflir maður auðvitað ákveðna þætti með sjálfum sér. Maður lærir að þekkja sjálfan sig betur og jafnvel verður maður fyrir einhvers konar andlegri vakningu sem getur orðið í gegnum erfiða tíma, erfiðar tilfinningar, sársauka, alls konar neikvæðar upplifanir í raun og veru. Og ég var eitthvað að tala þetta daginn og kannski segja það bara aftur að það sem eru í raun og veru bara gömul sannindi og ný, að andleg vakning, það sem við kallað, þegar að fólk verður fyrir svona nokkurs konar uppljómun eða fyrir að skynja öðruvísi og meira. Þessi vakning gerist ekkit og sjaldnast í einhverjum rólegheitum á einhverju bleiku skýi. Hún gerist þegar að eitthvað brotnar. Því eins og einhver sagði, þá kemst ljósið inn. Ok, kæra ljón, nóg það. Orkustöðin sem að kemur hérna upp fyrir hinn aðilann er höfuðstöðin eða krúnustöðin, eins og kallast stundum. Hún hefur að gera með bara beina tengingu
Já, afsakið þetta, sem sagt, beintenging við almættið. Guð, æðri mátt, það sem ég var að segja áðan, mismunandi orð. Alheimurinn, getum við líka sagt. Þetta í raun og veru stöðin sem að skilar okkur svona downloadum, eins og sonur minn myndi segja, þegar við öðlumst andlega visku eða erum að læra eitthvað nýtt á andlega sviðinu. Öll andleg vernd tengist höfuðstöðinni og svo margt annað og þú getur kæra ljón auðveldlega flett upp merkingum orkustöðvana til að fá meiri upplýsingar þar En þetta eitthvað sem er sem sagt eitthvað sem að hinn aðilinn að leggja áherslu á eða að gerast jafnvel hjá hinum aðilunum. Það eitthvað hreyfing eða þensla þarna í þessari orkustöð. Annars ég engin sérfræðingur orkustöðvar eða indversk fræði eða austræn fræði. Allavega, við erum ekki alveg búin. Kæra ljón, nú ætla ég að taka hérna spil, eitt fyrir þig og eitt fyrir hinn aðilann, sem hefur svona með það að gera hvað þið viljið segja. Hvert hverjum öðrum. Fyrst það spil fyrir þig, hvað vilt þú segja við þennan aðila í þínu lífi? I like you. Einhverjir hrifna rómantíkin blómstrar, skemmtilegt daður og það að vilja fara á stefnumót. Ok, þú hefur greinilega bara áhuga á aðilanum á rómantíska vísu og hinum aðilanum og þig langar að tjá honum þetta. Svo spurning hvort að þú gerir það. Hvernig þú gerir það og hvort þú þurfir þennan langa bið og íhugunartíma áður en að þú lætur vaða. Þetta getur líka verið eitthvað sem þú ert að skynja frá hinni manneskjunni. En svona heilt yfir þá þetta það sem að þú vilt koma framfæri til hennar og hér það sem hún vill koma framfæri við þig. Það bara lof. Skilyrðislaus ást, sjálfsást, eining, sameining, ástríður, aðlögun og bara blíða. Ástin svífur greinilega hérna við vatnum og ég var að tala áðan að þetta væri ekki ástarsamband, en þetta kannski bara eftir að koma allt saman í ljós. Sérstaklega þegar að þessi skæru fallegu ljós hérna ykkar fara loksins að skína. Ok, aðeins í viðbót. Rosalega líst mér vel á þetta. Og af því að þið virðist vera á svona svipuðum línum með þetta, það náttúrulega skiptir máli. Hér eitthvað meira sem þú vilt segja við hinn aðilann. Endurkoman, já, það eru fleiri sem hafa fengið þetta spil. Einhver úr fortíðinni að koma aftur og mögulega endurfundir. Það sem ég var að segja inn í byrjun. Hvort það þú sem ert að koma aftur inn í líf hinnar manneskjunnar eða hún að koma inn í þitt líf. Þið hafi greinilega þekkst áður og þetta lofa bara góðu varðandi endurfundi og vonandi hittið bara á góðan tíma fyrir þetta. Hinn manneskjan vill segja við þig, það bara rómantíkin aftur. Budding romance, það þýðir í raun og rómantík sem svona að byrja að blómstra. Ný manneskja mun færa þér dásamlega nýjar tilfinningar.
Þannig að hérna gætu þið fengið það betra. Það er að segja, ef þið hafið verið að biðja rómantíkina eða spyrja rómantík eða ástina. Þetta er bara rosalega eitthvað svona dúllidúll eins og maður segir og fallegt. Síðan að lokum, kæru ljón, þá ætla ég að draga hérna fyrir þitt hjarta. Ég vona að þú hafi fundið eitthvað sannleikskorn í þessum lestri eða allavega þú hafir haft gaman á það. Þá tilgangur náð. Hjarta sem að þú færð að lokum, það stendur fylgdu hjartanu. Þegar þú ferð úr þessum heimi, tekur ekkert með þér nema bara sál þína. Þannig að gerðu það sem hjartað þitt er að hvetja til að gera, að það sem skiptir mestu máli upp á þína líðan og þinn þroska. Já, þá held ég bara þessu sé lokið hjá okkur. Kæra ljón, ég bara óska þér alls hins besta. Takka þér innilega fyrir að horfa og hlusta og ljós og kærleikur.